Ég sem Inga Jóna Óskarsdóttir og ég er 51 árs. Ég ætla að biðja ykkur að loka augunum í nokkrar sekúndur og hugsa 5 ára aftur í tímann, 10 ára aftur í tímann, 20 ára aftur í tímann, 30 ára aftur í tímann. Árið er 1986 með mig opna augun. Ég er að vakna af svæfingu á Landspítalanum og Guðmundur Steinsson heitinn stendur yfir mér og segir mér að ég hafi verið illa farin af endómetríósu. Þetta var í fyrsta sinn sem ég heyrði þetta orð. Hann hafði þurft að rista upp af mig kviðinn og fjarlægja, skera og brenna í burtu allskyns vefjatætlur í kviðarhólinu. Guðmundur hafði með 2 tíma fyrirvara ákveðið að kanna hvað var í gangi hjá mér og stormaði með mig frá dómsstofunni sinni upp á skurðdeild Landspítalans. Fljótlega var ljóst að við aðgerðina þá týndi ég tilfinningu að pissa og annar eggjastokkurinn fór aldrei aftur í gang. Guðmundur hafði hreinsað allt í burtu sem hann gat og síðan var ég 6 mánuði af hormónum, ég var alltaf geðveika í kringum mig, en það var gert þess að stöðva blæðingarnar og reyna að svelta það sem eftir var. Eftir þetta tók við ferli með Guðmundi að reyna að vera ófrísk, ekki það hann ætlaði að gera mig ófríska, maðurinn minn, og það var besta lækningin að hans sögn. Og febrúar 1988 eignumst við hjónin yndislega dóttir og svo 3 árum seinna dásamlegan son og það var mín lukka í þessu öllu saman. Með árunum kom tilfinningin aftur til að pissa. Verkjalyfin voru brutt einu sinni í mánuði. En ég hitti aldrei neina aðra konu sem var með endó og ég bara hélt ég var bara ein í heiminum. Eftir verkjalyf og þrautsygur næsta árin kom svo í ljós þegar dóttirin byrjaði á blæðingum að hún þjóðust úr sama kvilla. Fór hún til nokkurra lækna og þótti mér leiðilegt að heyra að þekkingin í heilbrigðisstéttum var bara ekkert komin lengra heldur en var 20 árum áður. En fyrir 4 árum, þá var hún orðin 23 ára, hitt hún fyrir lækni sem heitir Guðjón Vilbergsson sem ákvað með vísandi fjölskyldusögunar, skellinni kviðarhólsspeglun og þar kom auðvitað í ljós að hún var með sama sjúkdóm. Hann brendi allt burtu sem hann gat og það sem var það góða í framhald af því að við eignuðumst yndislegan dreng, Birki Leó. Ég er amman sko.